Bókabóðsbestís, skemmtilegasta bókaklúbbur landsins. Algjörlega, velkomin. Velkomin. En einn bókin sem við klárum. Já, við erum svo menningalegar að við erum alltaf að hlusta bækur. Þetta bara án gríns. Já. So wholesome. I feel so formal. I read it in a book. I read it in a book. En bara sem svo þú vorum að tala Óskar, við erum byrjað að tala svona, já, þetta svona minni mig á þessa bók og minni mig á þessa bók. Og svo þessi bækur allt bara eitthvað, þau veist bara eitthvað bull, skilur við. Já, en þú veist, það sé eitthvað flott. En það alveg ótrúlegt, hvað maður bara eitthvað svona, þú veist, hvað margar bækur eru, þú veist, allan það sem við erum að lesa núna, við erum alltaf eitthvað, já, hei, Netflix búin að kaupa þetta, Prime búin að kaupa þetta, þetta búin að kaupa þetta. Þannig að allt sem framundan eru við bara búnar að Já, við erum alltaf vita plottið. Já, af því að allt sem að, þú veist, eiginlega flest sem að eru bíóspólur og þættir og það eru yfirleitt, þú veist, bækur eða screenplays eða eitthvað svona smásögur undan. Já. Sem verða svo að hinu, ef það er gott stöf. Akkurat. En við erum greinilega alltaf að lesa the good stuff. Greinilega, þegar það er allt, ég bara með þessa bók, ég sagði bara núna rétt á hann byrjum að Netflix er búin að kaupa. Ég skil ekki alveg hvernig plottið í þessari ætti að ekki sjást. Það er enda fáránlega góðu punktur. Af því að við erum allan tíman að halda að þetta sé the same girl, right? Var ég einn þar? Nei, okay. Þú veist 100%, that was the plot. Já, ok, gott. Já, nei, sko, ok, við erum að tala um alltaf Rock, Paper, Scissors, you guys know, þið voru með okkur í þessu og eru væntanlega búin að hlusta á hana á Storytel. Eftir Alice Feeney, þetta er fyrsta bókin sem við lesum eftir hana. Já, ég veit ekki hana. Nei. En hún áhuga víst að vera með, þú veist, svona góða bækur. Alice Feeney. Þetta er mikið svona marriage eitthvað. Já, og eitthvað svona einmitt, vel spottað, já. En þetta er fyrsta bókin sem við lesum allavega eftir hana. Já. En ég sá, þú veist, það var eitthvað svona aðeins að skoða þetta á TikTok, þú veist, bara svona reviews um þessa bók. Já, ok. Og þá var fólk, þú veist, segja bara svona, já, þú veist, þá er fólk lesið aðra Alice Feeney og hún er alltaf með eitthvað svona fléttur, svona plots. Og þá eru mynd eitthvað sem að hélt, ég skildi ekki alveg, þú veist, það TikTok hvort hún var búin að fatta plottið út frá hvernig plottið var í einhver annari bók, hvort hún sé með uppskrift. Já, einmitt, það er oft hannig með rithöfundir, sko. Það er oft svona stoltið sami þráðurinn. Einmitt. Og líka eftir fleiri bækur sem að lesa, svona, er maður fljótar að fatta. Já. Og þetta gæti verið svona eins og í þessari bók, skilja. Já, þannig að maður svona fljótar að, þegar maður lasa, þegar við vorum byrjað að lesa bækur, þá var allt svo mikið mindfuck. 100%. En núna er maður svona, alltaf reyna að fatta alltaf undan. Já, maður er bara okkar, hvað er plottið? Og ég held þetta. Já, að því ég var búin að sjá, þú veist, inn á Storytel umsagnir eitthvað góð flétta og ég var okkur svona, það er flétta. Ég var ekki bara að neitt hana, sko. Já, veist, þetta veit maður að í ykkur bókur alltaf ykkur fléttur, þú veist, líka því að við vorum alltaf að fara svona fram og mér finnst gaman, ég veit ekki hvað þér finnst, mér finnst gaman í bókum þegar við förum svona, þú veist, þarna vorum við ekki með, við vorum með, þú veist, the anniversary letters. Vorum með, þú veist, þarna alltaf, hvað segir maður, letters, Bréf? Já, bara bréfin sem hún skrifa árlega fyrir, þú veist, hvert brúðkaups ár. Mér varst alveg gaman að fara tilbaka, þá var maður svona heyra meira og meira hjónabandið, svona, ok, maður varst það skemmtilegt, svona, bara fram aftur í tíman. Já, og líka maður alltaf bara að segja eitthvað gett petty og svo bara, scratch that. Já. Skilur. Og gaman að hlusta bók og bresku. Já, sammála. Vá, hvað gaman. Já. Það var ógeðslega skemmtilegt. En líka bara svona, allt annað en við erum búin að vera að lesa, þetta er svona miklu eldri hóp, eða þau eru yfir fertugt. Já, þau eru alveg við erum alveg búin að vera alltaf mikið inn í 20 ára. Já, svona early 20s. Já. Svo var svona, já, eins og þessi, ekkert spice. 0%. Nei, já, þau voru eftir eitthvað svona, and then you know what we did twice that night. Og that's it. Það telst ekki eins og þessi spice. Nei, þú veist, það var svona eina sem var, ef það var mynd á það. Fyrir mér eru þau bara að spila Uno eða eitthvað, sko. Twice that night. Já, grís. En já, nei, þetta var ekki spicy bók, en þú veist, mér fannst það að vanta. Mér veit ekki, núna er maður svo vanur að hafa eitthvað gott spice sem er svona, það er það sem sjokkar mann. Já. Maður er svona, En ég hefði samt ekkert viljað það í þessar bók með þessar karaktera, sko, því það var ekkert rómans í kringu þau, skilur við. Nei, rosa lítið og líka bara eitthvað áhugaverð, þú veist, allir þessi sjúkdómur sé til. Einmitt. Ég var að ræða þetta. Já. Face blindness. Svakalegt. Sko, ég tengdi smá við það fyrst. Já, það? Já, því ég er dálítið svona, gett erfitt með að þekka andlit og þannig, og ég svona gett lengi
að læra andlit. Kannski nöfnin frekar, svo bara gett lengi að tengja það við andlitið af fólki. Og svo var ég bara eitthvað svona, ok, kannski ég bara með þennan sjúkdóm sem hann með. En svo sá hann bara fólk eins og Van Gogh painting. Já. Þannig ég var bara svona, ok. Og sá líka ekki svipi. Já. Ég var myndið að sitta þetta bara gett reiður. Það lítur að vera til. Heldur það? Hvernig þetta er í hug? Ég var að googla þetta, sko. Ég var bara, að því fyrst var ég með þetta. Svo var það orðið bara dálítið mikið eitthvað svona, það ekki konuna sína. Nei, og líka bara svona svipriði, hann sá þau ekki einu sinni. Þú veist, getur bara verið að ulla á hann myndi ekki sjá það. Það er án skalið. Þannig að bara, ef hann horfir ekki að lengi andlit, þá verður það eins og Van Gogh og hann verður bara svimar og eitthvað. Akkur er það ekki eitthvað annað? Eða þú veist, akkur er það ekki bara þessi blóma þessi og horfir hann ekki að lengi? Ok, ég ætla að googla þetta. Prosopagnosia is known as face blindness. Það er bara, já, það er örugglega bara sem ég er með svona. Bara svona erfitt með að recognize familiar faces. Nei, including one's own face. Bá, það er creepy. Ég geti þekkt mig from a mile away, sko. Já. En, Pöldu bara svona endurspeglast í gluggan og heima og nei, já, þetta er ég. Hún komið frá. Það var ræðilegt. En þetta er eitthvað svona, þú veist, brain damage, bara, eitthvað þar er eitthvað svona dæmi sem að bara... Já. Bá, það er creepy. Þannig að þessi sjúkdómur er til. Já, þetta er til. En það kemur átt from stroke eða traumatic brain injury eða eitthvað svona taugasjúkdómi. Hann alltaf lendi í trauma. Já. There's no treatment. Oh my god. Þetta er crazy. But there are things you can do to help recognize people. Þetta er prosopagnosia. Vá. Alltaf lærum maður eitthvað nýtt. Segir Sigur, núna getur við bara, já, við lásum einmitt bók þannig að þú veist, sjáðu. It's a condition where your brain can't recognize faces or facial expression in spite of having normal vision. Wow. Wow. But this can make it hard for you to recognize faces of familiar coworkers, friends, or even close loved ones. Þetta er alveg til. Ég ánþá sjokki. Já, ég held að þetta væri búið til. Ég held að það þjóði að vera til, en ekki kannski að kona, það er ekki kona. Nei, já. Eða bara vini hérna. Það er alveg crazy. Vó, það er styrlað. Oh my god, pældu í þessu. Alls fín í þekki eitthvað meira sjúkdóma því að þú veist, þetta er alveg svona rare to know, right? Já, angurs, hún það ekki. Nei, það þekkir hún manneskjana ekki. Einmitt. En kannski er bara að googla bara svona alls konar eitthvað svona, að þetta er svona geðið svona karakter einkennandi fyrir þennan gæja, skilurðu. Já, mjög. Og líka bara hvernig, þú veist, útskýrir plotti svo mikið. Algjörlega. Þess að hann þekkti ekki fyrirrandi konuna sína mynd, skilur, eða þú veist bara, eða hann sá hana í glugganum og... Akkurat. Hvenær fattaðirðu? Að það væri hún? Já. Ég held í alvegni bara þegar það var sagt, sko. Já. Bara þetta var, this is your ex-wife, bara... Já. Og þá bara kom Robin inn í þetta. Bara þegar var myndirnar á veggjanum, skilur. Já. Ég var engur nær þegar það var alltaf að koma Robin. Ég þoldi ekki að það væri þriðju persónu. Ég komið fast á pyrrandi. Robin loves this stuff. Já. Og það leta hann hljóma svo bann eða eitthvað. Já, skilur, ég svona... af hverju þessi þriðju persónu? Já, ég fílaði það ekki, sko. Nei. Það er einu svona sem fórst pyrrandi við þetta, sko. Ég er mjög sammála því. Af því að þú veist, hún hljómaði svo asnalega. Þessi Robin, en ég var sko fyrst þegar ég var að hlusta bara svona byrjun bókarna, þá var ég bara svona erum við að fara út í nornir og eitthvað og drauga, ég var alltaf spenntur því ég var alltaf að býða þér eitthvað draugagangi þú veist, það var alveg draugagangur hún heyrði þarna Emilia já, það var svo aldrei útskýrt nei. Jú, en nei, af því að detektífin í endan færi það líka já, svo bara búið já. Þannig að það er eitthvað lengur nornir annars já, það er, þú veist, að það er sagt eitthvað svona hvað ég segi alltaf Harvey, hvað heitir hann? Henry, þú veist, að hann hafi búið til söguna nornirnar og það í þessu húsi, kannski gerði hann það ekki kannski er það bara líka haunted já, en ég fattaði mitt bara eiginlega nákvæmlega saman tíma og þú, bara þegar þau voru að skoða myndirnar á veggjunum hann að ég myndi að mér þetta var uppstígagang já, ég líka en þá var og Amelia var eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona sérðu eitthvað
eitthvað, að því fyrst var ég bara, ok, Robin Amelia, að það var búið að tala að þú veist, ég held að Robin væri þessi úr vinnun hennar. Já. Út af því að það var búið að tala að hún fílaði tint food. Já, ok, og búið að tala það. Já, og þegar hún kom heim. Amelia. Já, náttúrulega heldum að Amelia væri konan hans. Já. En væri búin að konan hans í þessi mörg áskilju. En við vissum náttúrulega nátt í vinkonu í vinnunni. Og á tímabúti hljómaði eins og hún var í ástfangin af vinkonu sinni. Samlega því? Já, ég skildi ekki alveg vinnarsambandi þeirra. Já. Ég veit ekki hvort ég datt út eða eitthvað, allt í einu erum bara mætt heim til hans og erum búin að lita hára þess eins. Heim til þeirra. Og bara lita hára þess eins og búin að gera sér ekki að þína. Ég skildi það ekki alveg. Þá var hún eitthvað að koma að date, ætlaði að fara að date, var eitthvað svekin og kom heim til þeirra og var eitthvað gekk grátandi. En þá voru þær búin að eyða einhverjum gekk miklum tíma saman af því að Henry var að gista heima hjá þeim. Áttu hann ekki heima það? Nei, við erum að tala núna bara í London. Já, ég veit. Já, bara Henry kom og gisti eitthvað heima hjá þeim. Já, Henry, já. Ekki Adam, já. Já, og þá var hún eitthvað, og ég eitti bara tíma með, þú veist, vinkonum minni í vinnunni, þú veist, og það var, þú veist, hún skilur. Á tímapunkti, þegar ég var að hlusta, þegar þú voru komin þarna í sveitina og eitthvað, þá var ég svona, ok, Robin örugglega vinkonunnar. Já, ok. Út af því að það var búið að segja að hún elskaði svona tint food og eitthvað, og þá var búið að segja náttúrulega Robin loves to have only buys tint food and baby food, eitthvað svona. Hann var búið að lýsa þeim svona smá sko. Já, en það var búið að lýsa þeim smá eins og þegar konan hans, Adams, kemur heim og kemur að honum í rúminu með annarri konu, þá tint food í Tint, ertu að tala canned food? Já, canned food, já tint og þú veist eitthvað svona og ekki tint stáli eða eitthvað Tint? Ég man ekki, og það var einmitt það ár sem að Já, það var tinn. Já, tinn, eitthvað. Já, og þetta var on their anniversary. Þú veist, þannig, ég veit ekki, mér fannst búið að gefa smá ég veit ekki hvort það var bara ég, en láttu vita hvort það annar tengir. Mér fannst búið að gefa eitthvað smá svona, ok, gælan í vinnunni, það þessi Robin. Eins og hún væri bara get obsessed. Já, já. Ég veit ekki. Já. Ég held ég örugglega dottið bara eitthvað út af með það, allt með gælunni vinnunni. Ég myndi eftir þessari október eða hvað sem hann hét. Já, þá var náttúrulega bara vinnunars Adams. Já, og svo allt í henni birtist þessi gæla og það bara eina sem ég man eftir henni var að hún var að vinna með henni og hún mætti hann alveg svo hún. Og svo allt í henni var hann horfinn fyrir mér. Eða þú veist, ég var eitthvað ekki að tengja við hana. Ég fattaði ekki alveg hvað hún kom. En þú fattar hún var síðan konan í rúminu hans? Já. Já. Og þú fattar svo það var þá Emilia? Já. En þegar það kom ég eitthvað, já, ok. Mér var það ekkert eitthvað sjokk. Nei, ekkert eitthvað, veistu, við vissum allan tíman að hann myndi halda framhjá. Já. Maður hélt alltaf bara að vera með. Mér fannst eitt sjokk. Það var, þegar ég var svona, þegar hann var að katsa í rúminu að hún brosti til hennar. Já, og það var ógeðslegt. Það var ógeð. Og líka þegar hann getur ekki séð það. Já, einmitt. Og líka hann eitthvað, I thought it was you. Já. Þegiðu. Já. Það var svo skiptið sem ég talaði upp á þessari bók, ég er bara fuck off. Já, þú þarfst ekki að sjá hvernig ég líti út í framann til þess að veit hvort þetta svo hjá mér ekki. Ég var að bíða eftir allan tíman að hann væri svo ekkert með þetta face blindness, að það væri bara fake, til þess að hann væri bara eitthvað sleeping around. Já, væri bara eitthvað notað sem afsökun, skilur, ég væri bara tjóðlega góð afsökun. Já, það var alveg siðblind og ógeðslegt, já. Já, það var bara að ljúga allt sitt líf. Einmitt. Nei, já, þú veist, einmitt, að hún hafi brost, það var ógeðslegt. En þá var einmitt svona, þetta var bara svona plan success, bara svona. Já. Og svo náttúrulega bara kom plott, bara í endan, maður var bara svona, bara unfolding the onion, sko. Já, maður var alveg búin að fatta að Henry og konan tengdust. Já. En maður vissi bara ekkert hvernig. Nei, ekki strax. Nei. Ekki fyrir að þau sáu dúkkurnar og eitthvað svona dæmi. Já, og þá er bara svona, þau systkini? Skilur svo bara, nei, það meikar ekki sens. Nei, já, maður fattaði líka svo mikið af myndinni sem þau sáu, brúðkaupsmyndina sem þau sáu, þegar hann it's your ex-wife og hann fyrir aftan eitthvað. Henry fyrir aftan. Já, hann vissi ekki sem að því. Nei, af því hann gæti ekki séð það. Það var bara í brúðkaupinu og allt. Já, en já. Og svo hlæja sem sjúkdóm núna, en nei. Já, þetta er bara svo fyndið að, þú veist, þetta er örugglega ekki í alvörun eins og þetta. Getur ekki verið, sko. I'd be amazed. Já, þess líka bara auðvitað
vonandi faceblindness manneskja alveg ekki að lendi allir séu að plotta eitthvað í kringum sig, skilur. Bara nýta sér þetta. Satt, sko. En þetta var alveg, þú veist, það var alveg skemmtilega fléttur þarna og einmitt þá var maður svona, býtu, wow, öll anniversaries sem við búin að hlusta og býtu, wow, það ekki hún, það þessi. Það Robert, já, það var svona, what? Já. Og með hundinn, þú veist. Já, það mikið sens akkur hún tók þá hundinn. Já, og líka akkur hann var ekkert eitthvað stressað sem hundurinn. Já. Bara he laid next to my leg, bara svona, hann var bara alveg bara chill, sko. Þannig, já. Ég var alveg svo stressið þegar hundurinn hvarf, ég var bara hætti þér, sko. Já, ég vissi að ég var svona, ef það gerist eitthvað svona fokkin hundur, slekkur svona á bókinni. Já, ég var fokkin brenna hana, sko. Já. Brenna stóriðan. Ég var bara, ekki láta neitt ske fyrir hundinn. Nei. Það má alls ekki. En svo vorum bara náðu hundin, ég var bara, I get it. Já, bara þetta. En fyrst var ég svona creeped out, mér varst það svo gaman, ég var svo mikið að vona að þetta var eitthvað draugabók. Já. Við þurfum eiginlega að lesa eitthvað draugabók, eitthvað. Já, finna ykkur góða svona ghosty ghost, af því að þegar þetta byrjaði þá hélt ég allan tíma að það væri haunted house. Já. Svona alveg blá byrjun. Og ég man bara, ég labbaði inn og bara vaska upp heima mér, já, því ég var gett þetta vel. Og var vaska upp og með, þú veist, heyrnartólin og noise cancelling á. Bensi kemur og bregður mér, ég bara öskraði eins og smástelpa. Ég trúi því, hvar varstu þá í bókinni? Voru bara nýkomin? Það var alltaf, já, það var nýkomin og gef mikið draugagangur í húsinu og allt læst og alltaf opnast og eitthvað svona geðið creepy dæmi. Ég get ekki ímyndið vera að bregða, sko. Nei. Þetta Já, hræðilegt. þá var ég svona, ég er bara draug. Já, líka þú ert eitthvað svona brave að þú er að hlusta á þessa parta með noise cancelling. Já, ég gef bara gert óvart, sko. Já. Það er svo creepy. Já. Það var bara mjög creepy þegar það komið þarna. En mér svo var þetta bara 0 creepy eftir maður fattaði hver þetta var, fannst mér. Eftir að maður fattaði hver Robin væri? Já. Já. Ég samla því. Og líka, þú veist, þegar maður, þú veist, geðið creepy fannst mér bara eitthvað svona, og kettlingin var bara með fullt af kertum og eitthvað svona þannig ekki og bara, oh my god, þetta er eitthvað nord. Og svo þegar hún stóð bara, Robin heard everything, þá var bara, ok, hún ekkert creepy. Já, þetta skemmtir svo mikið að vera í þriðju persónu. Já, þú var ekki bara jóta bara. Já, okkur var þetta ekki önnur rödd bara I heard everything they said. Svo okkur var þetta ekki eitthvað þannig. Einmitt. Robin, she hears more. Þetta var hæðilegt. She heard everything. Já, farlega. Og að því mér leiði þess að hún var að útskýra sjálfa sig, ekki eins og þess væri einhver að narratata Robin, skilur. Nei, ég veit það. Sem að eru eiginlega þannig í lestri. Já. Fattar þau? Já. Kannski öðru í sér hlustun, já, alveg. Ég held líka bara að því að það var gefið henni nafn. Þú veist, mér var svo skrítið að bara allt í henni bara var komið eitthvað POV, Anna POV. Og það held maður að það væri sér housekeeper eða eitthvað. Bara svona, akkur fær hún nafn strax. Bara eitthvað Robin. Bara svona, hver fokkar hann með Robin? Einmitt. Og svo hétt kanínar líka Robin. Já, það skrítið, sko. Ég var bara svona, Já. Ég get ekki kanínur. Ég hefði viljað fá svona, ég hefði viljað fá svona ónefnt POV fyrst. Já, það er þetta, þú veist, ég er alveg sammálaður, sko. Af því það gerði hana að einhverju svona Robin, bara did this. Já. Það er einmitt spurningur sem maður upplifði ekki allt verið sem maður að lesa þetta. Já, það gæti alveg verið, sko. Gæti alveg verið, sko. Að þetta var alveg svona pínu skemmt að með þetta þriðju persónu. Já, því þetta væri miklu meira creepy ef að þú vissir ekki nafnið eða einhverjum, skilur. Já, og ég líka atrið þarna sem mér fannst eitt atrið líka ógeðslegt þannig að þegar hún eitthvað vaknar og fer hann á bað. Hvað það eftir? Og eitthvað, það er bara fyrstu nóttina þeirra, þú veist, hún eitthvað vaknar og hann er ekki við hliðin á sér og hún heyrir bara eitthvað svona, þú veist, að sé eitthvað læti frammi og hún heyrir síðan eitthvað að komin í herbyggið og hún var ekki hrædd og læsi svona baði, svo var þetta bara hann. Já, og hann var eitthvað niður í að slökka á generator. Já. Þetta var eitthvað, það var mjög creepy. Já, og líka þegar hún læstist niður í geymslu, en það var eitthvað Amelia. Já. Það var örugglega ekkert hún einu sinni. Það hlýtur bara að vera þetta nornatótt. Já, þú veist, hvað var það? Ég veit ekki alveg. Svo líka, þú veist, ég skrifaði þetta niður, byrju. Það var líka, nokkur hluti sem ég meika ekki sens fyrir mér í þessari bók. Sko, ef við bara erum, þú veist, að fara bara alveg til endan, skilur er að í öllum þessu anniversary letters er hún alltaf að lýsa yfir, þú veist, að hún sé, þannig sé, þú veist, byrja vel, betra, svo verður þetta alltaf svona niðra við, bara hjónabandið, þú veist, það er alltaf svona að ég var að vera rock, paper, scissors, hvort við eigum að vera saman. Já. En svo er hún voða upptekin í endan þegar hún er bara Robin og hann er komið nýja að verða aftur saman.
Mér varst það ekki make a neitt sense. Hann hélt framhjá henni og... Já, og þú varst að indikata áður en hann hélt framhjá ef fyrir rock, paper, scissors sko að vera saman. Þú veist ekki hamingjusöm. Nei. Og svo var heila plotti, jú, við skulum vera aftur saman. Hún besta kona sem ég hef átt. Ég sá bara, þetta var mistök, maður svona, ha? Já. Og voru þið ekki allan tíma frekar óhamingjusöm? Og líka, þegar þau voru að keyra þarna og fara þangað, þá var, þú veist, Emilia, sem var greinilega, þú veist, ekki kona sem við vorum að hlusta á Anniversary Letters frá, hún var eitthvað svona, já, bara við erum að fara og, þú veist, bara annað okkar kemur heim úr þessu bústæði og, þú veist, alltaf að hinta svo að vera að drepa okkur annað. Já, í byrjun. Já, en það ekki einu svona pari sem búið að vera lengi saman. Nei. Ég skildi ekki alveg. Nei, af hverju hata þau svona hvort annað? Já. Og þau voru bara svona, heldur að vera að drepa hvort annað til að byrja með það. Var það bara til að þróa svo að halda að þetta væri the other wife, bara OG wife, skilur? Já, bara 100%, en þú veist, það er bara svona, hún var að plotta þetta geðið, já, í sammála, þetta mega engan sens. Þetta mega engan sens, mér finnst þetta svona parturinn á fléttunni sem ég var svona, you messed up. Þú veist, út af því að, þú veist, öll Anniversary Letters voru alltaf svona fara niður við, bara svona, við leiti ekki hvort það langar að vera saman og svona, svo ertu tilbúin að drepa núverandi konunans, að þú vilt svo mikið vera með honum. En í öll þessi 11 ár sem varstu að skrifa þessi bréf, varstu alltaf að lýsa yfir hvað varst óhamingjusöm. Það meikar ekki sens. Nei. Alls ekki. Fattar hvað ég meina? Já. Þau voru aldrei eitthvað happy, sko. Nei. Það var kannski svona 1 ár árið að þessi anniversary dagur sem var svona eitthvað fínt. Og hann var ekkert eitthvað, þú veist, hann var óslega leiðilegur við hana. Já. Var ekkert eitthvað að peppa hana áfram í sínu og vildi bara hún var að vinna í þessu hundadæmi og svo langa henni vera writer. Svo allt í hennu hann gett til að hún sé bara writer. Og hvernig ætlaði, ok, ef að engi veit að hann sé pappinar, Henry, hvernig ætlaði að fá pening úr þessum bókum? Já, það meikir líka engan sens. Hvað er þið bara að ræna mannin, skilur? 100%. Hvernig? Þú veist, ef að maðurinn þarf, hann bara dáinn þá bara í mörg ár, skilur? Já. Hann var búin að vera dáinn í eitthvað 1 ár eða eitthvað. Já, og líka akkur ekki segja neinum hann sé dáinn, ég skildi það ekki. Af því hún vildi halda áfram að skrifa undir hans nafni eða eitthvað. Já, ennum eitt, þá fær hann eitthvað pening. Nei. Það meikir líka engan sens, sko. Og svo þegar það kemst upp, skilur, þá var þau bara í súpunni. Já, satt. Og detektivinn var búin að finna bæði líkin, sko. Já, allan að putta hann. Já. Og svo hann dáinn eða eitthvað, ég veit það ekki. Já, hann, já, mitt. Við veitum eitthvað gerst þið hann. Ætla þetta að sé eitthvað svona plott fyrir bók 2. Þú lífa svona cliffhanger. Nei, þið get ekki skrifa aðra sögu. Nei, það. Nei, held ekki. Nei, ég held það var fínt svona. Já, það er flott. Hvað fannst þessi bók? Bara ágætt. Já. Ekkert meira en það, sko. Það var svona, ég var alveg svona flýtan af, eða þú veist, kláran af. Já, það. En það er bara fínt. Já. Mér vantar svona spiciness. Þið vantar að spiciness? Já. Ég saknaði þess ekki neitt, sko. The spiciness. Ég var meira svona, þú veist, mér var gaman að lenda aftur í svona meira plotti. Þú veist, að reyna að fatta, skilur, svona psychological. Ég var kannski búin að smá sakna það, skilur, en þú veist, þetta var samt ekki nógu mikið það. Nei. Fattur, en þetta var smá það. Þetta var svona, þú veist, þetta var svona skemmtilegt fyrst. Það er svo mikið eitthvað svona, já, þetta, þegar maður fattar. En já, en mér fannst hún líka bara svona ágætt, sko. Bara svona, já, bara fín. Bara fín. Bara fín, sko. Ég ætla að sjá hvernig ratings eru á Storytel. Ég ætla að reyta það sjálf fyrst. Ég ætla að lesa svona umsagnir. Ok. Ég ætla að reyna ok, ég segir að þetta séu frábæri lesarar. Ég sammála því. Já, finnst þið lesarar, sko. Og svo segir að þetta er uppáhaldsrithöfundur minn en ekki besta bókin hennar. Jæja. Ok, mjög góð. Ég átti mjög erfitt með að klára hana. Lesarinn átti stóran þátt en fannst röddin eins og tölva sem truflaði svakalega. What? Bókin byrjaði rólega og lítið að gerast allan tíman nema síðasta klukktíman. Já, síðasta klukktíman var alltaf alveg rosalega, sko. Þá var endurinn ágætur og djúsi en vákom var allt og langdregin. Sammála því. Er það? Já, 10 klukktíma fyrir þetta. Ok, 10 klukkur er svolítið extreme, ég sammála því. En mér fannst hún ekki, þú veist, mér fannst ágæt uppbygging. Að þið vorum alltaf svona að fara aftur í tíman og heyra, þú veist, ár 1 og 2. Við hefðum ekki þurft öll þessi ár samt. Kannski bara ekki svona mikið hvert ár. Nei, þetta var alveg svona, að þetta gaf mér ekki neitt. Það gaf mér bara eitthvað, að hann var með face blindness. Já, þetta svona
á seinni árum þegar hún kom lengra fannst mér þetta gefa mér svona, ok, þau eru ógeðslega óhamingjusöm. Þess vegna eru þau að fara að myrða hvort hana. Já. Að ég hélt. En þetta var 90% af bókinu, sko. Ég veit. Var þetta fram og tilbaka dæmi? Já. Frekar langdregin en ágætt fletta, segir einhver hérna. Ok, gefum þessu einhvern. Gefum henni einhvern. Segur svona 2,7. Vá, það er alveg þar niðri. Já. Þetta er bara svo average. 2,7, já. Já, ég held að ég sé svona í... Ég er svona þristrum. Þristrum? Já. 2,9 samtals. Já, eitthvað svo leys. Meðaltali. Já. Já, flott. Flott. Það er mjög flott. Sjáum hvað Storytel segir. 4,1. Vá. Hún er nefnilega pínu hæpuð á TikTok. Annarkvort Ég eða. aldrei sé hana. Fólk er annarkvort bara, oh my god, þetta er rosalegasta bók, ég flabbergasted, gæti ekki láta hana niður, eða bara, ég hata hana og ég hætti. Ég held farir ótrúlega eftir hvar og hvað scenaríu fólk er að lesa ykkur bækur. Ef ég væri bara bara út í hotni, bara í sumarbústað með þessa bók, þá var hún örgulega gett júsum fyrir að klára hana einu skipti, skilur bara. Alveg trekk í trekk. En þegar maður fer í hann svona kapla á nokkrum dögum, þá verða það ekki eins góðar, veist hvað ég meina? Já, þá svona það er gleyma. Já, það þarf eiginlega að taka svona stuttu bækunar, eða bara eiginlega flesta bækur, alveg bara straight. Já. Maður má ekki geyma svona helming, sko. Nei, þá dettur líka bara allt út einhvern veginn, og maður er ekki jafn invested. Já. Þú veist, eins og með, þegar maður tekið nokkra bækur sem við höfum tekið, sem við bara svona, við gátum ekki hægt að hlusta, maður satt bara frammi fyrir eitthvað að hlusta heldur en að fara að sofa. Þá er maður svo invested allan tíman. Já. En það er ekki allir sem námanni þangað, skilur við. Nei, alls ekki. En já, mér fannst TikTok vera svona annarkvist eða, bara svona, oh my god, ég elska þetta, eða bara, oh my god, þetta er svo langt dregin, ég þurfti að láta hana niður. Já, ég var ekki búin að sjá neitt. Ég var ekki búin að skoða neitt TikTok. Nei. En þú veist, bara fínasta bók og mæla alveg með henni, sko. Já. En ég myndi alveg kjósa eitthvað annað. Já, þú veist, líka ef við ætlum að vera í þessum kategóriu, svona thriller eitthvað, þú veist, þá er alveg til, þú veist, margar sem eru hellaðar, þú veist, spennusögur, sko. Bara, þú veist, Frídamann þú veist, eru betra bækur, skilur þannig séð. Já, hásmit og þetta. Já. Við erum náttúrulega með standard, þannig alveg frekar hátt uppi, sko. Erum það nefnilega, sko. Maður er búið með að okkur finnst svona mest svona spennandi bækur. Já, að okkur finnst. En við erum, þú veist, there's a reason fyrir bókabúinu. Við erum alltaf í leita næstu sem gefur okkur, skilur, það thrill, þú veist, og líka mismunandi thrill. Við erum komið spicy thrill og við erum komið fantasy thrill og við erum, þú veist. Það er tala sko bara thrill í svona gaman að hlusta. Já, já. Ekki bara thrillers. Sem er líka, þú veist, kommentaðir undir hvað einhvern bókin færi frá ykkur. Já, það er alveg gaman að heyra ykkar, já. Það er allir svo öðruvísi. Svo öðruvísi. Hvað er, þú veist, 5 stjörnur fyrir þér, þú veist, þessi getur verið 5 stjörnur fyrir einhver öðrum, skilur. 100%, og líka eins og þú komst inn á bara ógeðslega mikilvægt að pæla í hvar fólk les, hvort það lesi eða hlustar, þú veist, allt þetta, sko. Hversu hratt. Já. Það er maður það líka að hafa tíma og þú veist, vera svona investið að setja heyrnardólinn á sig, skilur. Já, maður þarf ekki það, sko. Leiðum maður gerir það, þá svona, getur maður bara svona kapnað í bókinu, sko. Já, af því að maður er bara hlustaði 10 mínútur senn hér og þar, þá bara dettur maður aldrei inn. Nei, og það er maður ekki að investa í karakterunum, sko. Nei. En þú veist, það eru svona mörg frí framundan, páskafrí og svona, þú veist, þannig að gott að vera að koma með einhverja, þú veist, þá er næst að vera búin að ákveða, þú veist, næstu bók og hafa eitthvað svona til þess að, þú veist, einmitt, maður er ekki að fara í sumbústaði við páskana og þú veist, eitthvað svona þannig. Bara kósi að vera með eitthvað skemmtilega bóka því þið veitum alltaf Storytel er oft hægt að hlusta og lesa. Það getur svissað á milli, þú veist, við erum það hefnar að vera með iPad, þannig að við getum svona svissað yfir í rít. Já, það er mjög þægilt, sko. Nákvæmlega gera það smá í svona fríinu. Já. Það er svolítið kósi að lesa líka. Það sem festist líka svona smeri í hausnum á mér að lesa, stundum, skilur við. Stundum, já. Líka bara sjá stundum hvernig hlutin er skrifað, já, sko. Einmitt. Það er alveg mikilvægt. Það er svo akkur þar, sko. Já, maður veit ekki neitt, sko. Nei. En já, þú veist, ég samt ánað að hafa tekið hana, því ég var búin að sjá mikið af, þú veist. Og gaman að fara í eina svona, sko, svona inn á milli. Að því ég var búin að sjá hana oft á svona TikTokum, í sömu TikTokum og Verity og Silent Patient búin að tala Okay. Þú veist, það var að tala kannski Verity, Silent Patient, Housemaid og svo Rock, Paper, Scissors, maður svona, ok, er þetta eitthvað... Er eitthvað varið þetta? Er eitthvað varið þetta? Já. En þú veist, nú veitum við það. Nú veitum við. Now we know. Now we know. En næsta bók.
Næsta bók. Svo getum við tekið hérna í páskafríinu. Þið verða að fyrirgefa okkur ef þið fílið ekki Twisted Games. Twisted Love. Við ætlum í Twisted Games núna. Já. Þetta Anna Huang. Við erum búin að heyra að hún sé best. Og hann heitir Rhys. Já. Gæinn. Og þetta Bridget sem prinsessa, skilur, að verða drottning og við elskum royalty. Og þetta svona a forbidden love. Þetta líka bara leið og, þú veist, við sleftum orðinu með hitt, bara við ætlum ekki næstu bækur, þá bara tók TikTok okkur yfir. Já, og það bara verið að kasta þessa seríur bara á Netflix. Og bara Twisted Games bara best, þannig að við verðum. Við langar að vita, já. Og það eru allir þessi gæjar, skilur, úr þessari seríu. Josh líka einni. Já, hann í síðustu, og þannig að, þú veist, og það allir bara eitthvað svona who's your favorite twisted boy og mér langar ekki að svara þessu að ég elskaði Alex sko. Já, en ég bara perra mig bara að þessi fyrir sömu lesendur. Já, en þú bara put your mind to it, skilur ég get alveg hlustað hann aftur en fyrst ég get ekki ímynda mér þú ert alveg búin að skemma það sko. Nei, hættu, hugsa Rhys Já, Avatar ekki Avatar Rhys ég veit það Nei, við erum ekki búin að kasta Rhys. Við vorum bara búin að kasta Já, ég var að senda TikToks. Ég gæti sagt með þennan. Já, þennan sem Rhys. Já, hann var náttúrulega smá í hinni bókinni. Bara pínu, sko. Þannig að við veitum smá hvernig hann sko, en já, þetta var spennandi. Þetta er bara mjög spennandi. En verið með okkur í Twisted Games. Sorry að þeir eru fjölskylduferðum. Nei, en setið þetta bara í heyrnartólin? Já, þá setið það er ekki að hlusta bækur upphátt þannig sé. Nei, þú gerir það? Já, því er ein heima. Ég myndi ekki gera eitthvað framan eitthvað emblum þetta er fucking Já, við langar að vita hvað það sé eitthvað svona chapter 22 í þessu. Já, herru, það er spennandi. Surprise me, Anna Huang. Sunnum er búin að sakna þess spiciness sko. Ég er búin að sakna svo mikið. Þannig að við þurfum fara way deep sko. Við erum back to that. Þú þarf að vita hvort það sé hægt að þú veist, hoppa hérna í spiciness. Einmitt. Að því, manstu, gellan undir Storytel hinn í bókinni. 2-5 spicy. Hvaða bækur er þú að lesa? Nei, hún er í einhverjum, Hún er í einhverju erotík, sko. Já, hún er ekki í bókum, sko. Nei, það er til mjög erotík, sko. Það er bara til. Þetta er bara kategória. Þú veist, þetta er bara bókaklám. Hún er bara þar. Allan að það er súvinkun okkar, sko. En, þá bara sjást við í, Apríl. Maí. Já. Og það er apríl, já. Sjást í maí, eftir Twisted Games. Já. Sjáum hvernig þið verður þá. Og svo bara, sorry guys. Þið veitir hvað er að koma. Sorry, not sorry. Love you. Bye. Bye.